Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Guð, þú sem gefur trú, gefa við megum rækta anda og líkama, að við megum hvert og eitt lífa heil og af heilindum. Guð, þú sem gefur von, við biðjum þess að á tíma sorgar megi vonin lýsa upp allt myrkur, svo við megum líta með skilningi tilbaka, þakka stundina sem við lifum og líta með von til framtíðar. Guð, þú sem gefur kærleika, við biðjum þess að við megum fyrir kærleika þinn þjóna hvert öðru í kærleika. Að við megum með þér vera veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Ég les fyrir okkur fallegt ljóð eftir Björgvin Þ. Valdimarsson sem nefnist Kveðja heiman að. Aftan blærinn andar undur tær og hlýr, upp af gleymsku grafast gömul ævintýr. Hvað það sem hreyfir hjartans innsta streng, allt sem áður seiddi ungan sveita dreng. Létt á lóu vængjum líður hugurinn, yfir höf og heiðar heim í dalinn minn. Þar sem grasið græna grær bensku spor, þar sem leið mitt ljúfa, ljósa æsku vor. Töfrar liðins tíma tendra forna glóð, tóna hrannir hrynja, hellist geisla flóð. Vorsins leiftur litir ljóma augum við, heyra má til heiða, 100 vatna nið. Sindrar yfir sundum sólarlagsins glóð, fuglar kveða og kvaka, kvöldsins vöggu ljóð. Endur ómur titrar innst við hjartastað, flytur kannski kvakið, kveðju heiman að. Oh
Ég les úr fyrra bréfi Páls til Kórintumanna, óðinn til kærleikans. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Blómin spretta
Rísum á fætur og heyrum heilagt guðspjall, sem hljóðar svo í Jesú nafni. Hjarta ykkar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt ykkur að ég færi burt að búa ykkur stað. Þegar ég er farin burt og hef búið ykkur stað, kem ég aftur og tek ykkur til mín, svo að þið séuð einnig þar sem ég er. Þannig hljóðar heilagt orð. Amen. Náð sé með okkur og friður. Við erum hér saman komin í Borgarneskirkju í dag til þess að kveðja og til þess að þakka fyrir langt og farsælt líf Eggerts Elísar Ólafssonar og samfylgd hans við okkur. Það er sannarlega margs að minnast og margt að þakka. Í Guðspjallinu hér áðan heyrðum við orð Jesú: Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Ef svo væri ekki hefði ég sagt ykkur það. Ég fer á undan, bý ykkur stað.
tek svo á móti ykkur í ljósinu þegar tíminn kemur. Eggert lifði í næstum heila öld og skapaði því margar dýrmætar vistarverur í lífi sínu. Í Kvíum, Borgarnesi og Brákarhlíð, bóndinn, veiðivörðurinn, fjallkóngurinn, viskubrunnurinn, fjölskyldumaðurinn. Nú hefur hann lagt af stað í sína hinstu ferð til vistarverunar þar sem ljósið er eilíft og bjart. Eggert Elís, eða Elli, eins og hann var alltaf kallaður, fæddist hann 4. janúar árið 1926 að Kvíum í Þverárhlíð. Þar ólst hann upp hjá foreldrum sínum Ólafi Eggertssyni og Sigríði Jónsdóttur, ásamt bræðrum sínum þeim Ragnari og Þorgeiri. Þau eru nú öll látin, blessuð sé minning þeirra. Eiginkona Ella var Auður Ósk Þorsteinsdóttir, fædd hann 23. febrúar árið 1939, en hún lést þann 19. júní árið 2021, blessuð sé minning hennar. Heimili þeirra Ella og Auðar var lengst af að Kvíum í Þverárhlíð. Árið 1956 byggðu þau nýbýlið Kvíar 2, þar sem þau stunduðu búskap til ársins 1988, en þá fluttu þau að Fálkakletti 3 í Borgarnesi. Þar bjuggu þau þar til þau fluttu í Brákarhlíð árið 2020. Það var alltaf mikill gestagangur hjá þeim Ella og Auði Ósk. Ef fólkið að kom við og spurði, hefur einhver komið til ykkar í dag? Var svarið iðulega, nei, það hefur nú enginn komið. Reyndar kom þessi í hádeginu og hinn kom seinnipartinn, jú og svo komu þau við hjá okkur áðan. Kom í ljós að það höfðu fleiri en 2 og fleiri en 3 komið, en það munaði ekki það. Alltaf nægur tími til þess að taka á móti gestum og móttökurnar alltaf jafn góðar. Ég vissum að myndin af þeim hjónum í eldhúsinu í Fálkakletti, sem er hérna aftan á sálmaskránni, vekur upp hlýjar minningar hjá mörgum sem eru hér í dag. Hveitipokarnir þarna í bakgrunni, örugglega verið að fara að skella í hveitikökur. Svona er gott að leyfa huganum að reika og minningunum að ylja okkur. Þau Elli og Auður voru mikið fjölskyldufólk. Börn þeirra eru Þorsteinn Guðni, Ólafur Sigurður og Margrét Fanný. Þorsteinn Guðni er fæddur árið 1956, kona hans er Laufey Valsteinsdóttir. Synir þeirra eru Hákon, Snorri, Eggert og Guðjón. Ólafur Sigurður er fæddur árið 1968, hann er kvæntur Silju Jónasdóttur. Börn þeirra eru Eggert Emil, Haukur Smári og Hugrún Harpa. Margrét Fanný er fædd árið 1972, hún er gift Sigurþóri Ágústssyni og börn þeirra eru Auður Ósk, Sæmundur og Elín Björk. Barnabörnin eru því 10 og langafabörnin 19. Þvílíkt ríki dæmi og víst að Elli naut þess að eiga allt þetta fólk í kringum sig. Öll áttu þau sérstakan stað í hjarta hans. Elli var mjög fjölskyldurækinn. Hann var áhugasamur afkomendur sína og tengdabörnin, en undir niðri oft áhyggjufullur fólkið sitt, en það fylgir því nú að elska. Hann bar hag fólksins síns alltaf fyrir brjósti, fylgdist með öllum sínum niðjum og áhangöndum þeirra. Hann hringdi á hverjum degi mörg símtöl til að heyra í fólkinu sínu og af fólkinu sínu. Sagði gjarnan, afsakaðu forvitnina, og svo kom spurningin. En fólkið hans vissi að spurningarnar voru bara til þess að fylgjast með og halda sér í formi, heilaformi. Hann spurði alla hvar allir voru og hvað þau voru að gera. Ef fólkið hans vissi ekki svarið eða ef svarið við spurningunum var vitlaust, nú þá svaraði hann því bara sjálfur, því hann var búinn að hringja í viðkomandi og spyrja því sama. Það lýsir því kannski best hvernig afi Elli var þegar við heyrum orð frá nokkrum af barnabörnum hans. En afastrákur skrifar, minningarnar eru margar og góðar. Þær fyrstu eru af heimsóknum mínum til afa og ömmu í bústaðinn. Það var mikil tilhlökkun þegar sást bíll fyrir utan bústaðinn og þá var maður rokinn af stað í kaffihlaðborð, brjóstsykur og spjall. Og þetta spjall allt milli himins og jarðar, það breyttist aldrei. Alltaf var afi jafn áhugasamur allt sem dreif á dagamanns og aldrei var húmórinn langt undan. Auðvitað var áhuginn mestur á búskapnum, heiskapur, smalamennskur, jarðvinnsla, nytin í kúnum. Þetta gátum við rætt endalaust. Og svo var einstakt að sjá og finna hvað hann sýndi langafabörnunum mikinn áhuga og hlýju. Annar afastrákur skrifar, ég á svo margar góðar minningar með afa frá því ég var krakki og fram á fullorðins ár.
Það var gaman að fá að fara með afa með ánni og inn á fjall. Stundum kom það fyrir að við tveir komum við fyrst í neðra veiðihúsinu. Þar fékk ég gosdós. Svo fórum við inn á fjallin í veiðihúsið við Víghól. Þar fékk ég aðra gosdós og svo fékk ég stundum þriðju gosdósina þegar við komum tilbaka aftur í neðra veiðihúsið. Ekki amalegt fyrir ungan dreng að fá 3 gosdósir í einni og sömu ferðinni. Hann heldur áfram og segir, þegar afi var forðagæslumaður þá tók hann ekki bara skýrslu hjá foreldrum mínum, heldur tók alltaf forðagæslu skýrslu hjá mér líka, þó að ég hafi bara verið 6 ára með minn litla búskap. Svo teygði afi sig eftir brjóstsykri og gaf mér, svo kallaður afabrjóstsykur. Afastelpa skrifar, elsku afi, þú hefur verið stoð mín og stytta alla mína ævi. Þvílík lífsins lukka hafa fengið að eiga þig sem afa. Allir rúntarnir sem við fórum, þú passaðir upp á og ég þekkti allar bílategundir. Spurðir hvaða tegund hver einasti bíl sem við mættum væri. Passaðir einnig upp á að ég væri með á hreinu hvort bílarnir væru beinskiptir eða sjálfskiptir. Nú brosa mörg barnabörn. Mér langar að segja þér svo margt, hvernig dagurinn minn var, hvernig krakkarnir mínir hafa það, tala við bíla, kindur, búskap eða lesa upp fyrir því veiðitölur vikunnar. Takk fyrir allt, elsku afi. Svona eiga afar að vera. Og veiðitölur vikunnar voru mikilvægar fram á síðasta dag. En Elli gegndi stöðu veiðivarðar við Þverá og Kjarrá í Borgarfirði í 20 ár. Veiðivestið var hans einkennistákn. Hann hafði mikinn áhuga á laxveiði, þekkti Þverá og Kjarrá eins og lóan á sér. Sagði veiðimönnum oft nákvæmlega hvar væri best að kasta í hverjum hyl til að laxinn tæki. Þverá og Kjarrá voru honum ofarlega í huga fram á síðasta dag. Á hverjum fimmtudegi þurfti að kíkja á veiðitölur og ræða muninn á ánum. Það lýsir þessari ástríðu hans kannski best og fallegt að láta það fylgja að Elli vildi hafa síðustu veiðitölur með sér síðasta spölinn. Handskrifaðar á umslag, allt eins og það átt að vera. Elli punktaði ýmislegt hjá sér. Það voru ófáir miðarnir og umslögin sem búið var að skrifa á. Hann hafði fallega rithönd, var alveg rosalega vandvirkur við allt sem hann gerði. Hann var hafsjór af fróðleik, enda fróðleiksfús með eindæmum og las alla tíð mikið. Reyndar las hann að eiginmati ekki eins mikið eftir hann fékk spjaldtölvuna. En Elli fékk sem sagt spjaldtölvu í afmælisgjöf þegar hann varð 95 ára. Fyrsta árið fékk hún að vera í kassanum, en síðan ákvað hann að prufa gripinn. Og það má eiginlega segja að Elli hafi orðið tæknivæddur á einni nóttu. Hann fór að lesa fréttir, skoða bílasölur, hlusta á tónlist á Spotify og YouTube og oftar en ekki þegar einhver kom í heimsókn, lá hann steinsofandi með spjaldtölvuna yfir andlitinu eins og Moggan hér í gamla daga og Raggi Bjarna eða önnur uppáhaldstónlist í botni. Elli var ótrúlega minnugur, allt fram á síðasta dag. Þegar ég hitti börnin hans í aðdraganda þessarar stundar heyrðist oft, ef pabbi væri hérna, þá gæti hann sagt okkur það. Elli var minnugur á ártöl og dagsetningar, gat sagt hvernig veðrið var, ákveðin dag, ákveðið ár, jafnvel fyrir 40 árum síðan. Þegar rætt var við hann einhverja bæi, þá vissi hann oftast hvar þeir voru og hverjir bjuggu þar. Í Brákarhlíð voru samverustundir sem kölluðust hringinn í kringum landið, en þar var Elli ómissandi uppspretta fróðleiks. Einnig komu til hans kallar sem voru að skrifa bækur til að fá staðfestingu og upplýsingar byggðir og fólk. Það má eiginlega segja að Elli hafi verið eins og mannlegt uppfletti rit. Elli var lunkinn í ættfræði, gat rakið ættir ótrúlegasta fólks og þau sem hann vissi ekki nóg flett hann upp og svo gat hann rakið ættir þeirra. Ef hann fann það ekki í bókum, sagði hann alltaf, getur ekki fundið það í tölvunni fyrir mig. Og ef það fannst ekki, sagði hann, farðu frekar í tölvuna mína, það er örugglega þar. Elli var mjög félagslyndur og fannst ekkert eins skemmtilegt og að fá heimsóknir, helst margar á dag. Hann var þannig að hann gat talað við unga sem aldna. Hann var ákveðinn og fylginn sér, en gat þó skipt skoðun og sagði þá gjarnan, ég vissi ekki betur þá. Það er mikill mannkostur. Hann var óspar á ráð og í þeim fólst mikil væntumþykja. Það fann fólkið hans svo greinilega.
Þegar Elli flutti í Brákarhlíð tók hann með sér sjónvarp sem hann kveikti aldrei á, lét ekki einu sinni tengja það, því hann sagðist vilja fara fram til að horfa á sjónvarpið, til að vera í félagsskap við hitt fólkið. Það fór vel Ella í Brákarhlíð og þar átti hann góða félaga. Þeir sátu til dæmis 5 höfðingjar við sama borð í kaffitímanum, 475 ára að aldri, samanlagt. Hann fór alltaf í boccia og smalaði fólkinu með sér þangað. Hann fór oftast niður í félagsstarfið en þá bara til þess að hitta fólk og spjalla. Einu sinni í viku fór hann að horfa á þjóðdansana, kom í messurnar, já hann mátti helst ekki missa af neinu. Var duglegur að sækja alla þá viðburði sem boðið var upp á. Nú Elli í Kvíum lagður af stað í sína hinstu för, til móts við Auði Ósk og þau sem á undan eru gengin, en hann lést í Brákarhlíð þann 17. september síðastliðinn, 99 ára að aldri. Hann var aðeins farinn að skipuleggja 100 ára afmæli sitt, en fann á sér að líklega væri skynsamlegra að skipuleggja þessa stund. Og tónlistin, orðin og umgjörðin öll er sannarlega í hans anda og eftir hans óskum, skrifa með hans fallegu rithönd á miða og umslög, allt á sínum stað. Og hér sitjum við með hjörtun full af þakklæti og góðum minningum. Það er svo dýrmætt hvað eru til margar minningar og sögur af Ella sem munu lifa með ykkur, fjölskyldu hans og vinum. Minningar mann sem var fjölskyldurækin, félagslyndur, fróður, vandvirkur, minnugur, hugulsamur og vel lesin. Mann sem elskaði sveitina sína og fólkið sitt. Við minnumst hans með þakklæti og heiðrum hann með því að sýna sömu fjölskyldurækt og hann sýndi fólkinu sínu. Heiðrum minningu hans með því að fá okkur lax eða lambakjöt, hans uppáhalds mat, setja djass á fóninn, vera forvitin fólkið okkar og fróðleiksfús, lifa lífinu í gleði og þakklæti. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæran vin í arma miskunnar Guðs. Guð geymi þig og gæti í friði sínum. Eggert Elís Ólafsson, Elli í Kvíum. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Ég vil heita eina nýju í
Það bárust samúðarkveðjur frá Árna Þórðarsyni sem ekki gat verið með okkur hér í dag. Einnig sendir Egill Jóhann Kristinsson frá Örnólfsdal hlýjar samúðarkveðjur með þökk fyrir allt og allt. Við skulum spenna greipar ef vill og við skulum biðja. Við þökkum þér kærleikans Guð fyrir ljósið sem við okkur skín frá þér og heilögu orði þínu. Gefa við megum taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Eggert Elís Ólafsson. Við þökkum allt það góða sem hann gaf okkur með lífi sínu. Helga og blessa allar góðar minningar ástvina hans, styrk þau og veit þeim leiðsögn á komandi tímum. Spyrjum við í Jesú nafni. Amen. Allar bænir okkar, kærleika og þakklæti felum við í bæninni sem Kristur kendi þegar við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Yeah.
Við skulum rísa á fætur. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Takið mót postulegri blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Farið í Guðs friði.